Herra Óskar, 2-1 sigur á Vestra, endurkominn sigur. Hvernig líður? Mér líður auðvitað bara, mér líður mjög vel með að hafa unnið þennan leik. Mér líður vel með karakteri sem við sýndum. Það er ekki létt verk og ég held að það hafi ekki margir snúið tapstöðu í sigurstöðu á móti Vestra í sumar. Þannig að ég er mjög sáttur við það. Leikurinn spilaði svo sem kannski svona nokkurn veginn eins og maður bjóst við. Við vorum meira með boltann. Mér finnst við heldur hægir í spilinu og fullt mikið af feilsendingum. En mér fannst við vera sterkir varnarlega. Mér fannst við gefa, ég áttam á því, auðvitað fengu þeir færi og þeir skora mark, en mér fannst svona heilt yfir fannst við standa, við línum það vel, standa hátt með hana, lenda í þannig við litlum vandræðum og þannig að ég er auðvitað bara, ég er svona, skilur, ég hefði viljað fá betri sóknarleik, ég hefði viljað fá snarpari sóknarleik sem kom svolítið með þegar við skiptum inn á 20 mínútur eftir. Þá svona einhvern veginn jókst tempóið í sóknarleikum fannst mér og við fórum að skapa meira vegna þess að ef þú hreyfir boltann hægt á móti Vestra þá átti ekki vona glætu að opna þá því að þeir eru rosalega vel skipulagðir og öflugt og bara öflugt lið, Ég held að þeir sem ef einhver að bíða eftir því að Vestri verði ekki í efri hlutanum, að ég held að þeir geti beðið lengi og orðið gráharðir og skeggjaðir á meðan. Eins og segir, varamennirnir bara klára leik, bara masterclass skiptingar og bara vilt hafa svona menn sem kom inn og klára leiki? Já, það er auðvitað bara mjög mikilvægt fyrir okkur að Atli Sigurðsson átti náttúrulega ekki að spila þennan leik, hann var og er hálfmeiddur en einhvern veginn þvingaði sig inn í hópinn í gær. Jú, það er rosalega mikilvægt, það er gott að hafa góða menn á bekknum og kannski sérstaklega að fá framlag frá sem flestu vegna þess að við erum með 9 menn á meiðslalista. Þannig að hvert auka Newton sem við fáum frá mönnum að það telur og taldi svo sannarlega í dag, þannig að það er bara virkilega gott. Vestri skoraði þarna í seinni hálfleik mjög umdeilt, virðist ekki rangstæður, heppnir að lenda ekki 2-0 undir og fengu tækifæri til að snúa þessu við í sigur. Já, ef það var ekki rangstæð þá getum við sagt það að verkefni hefði orðið töluvert erfiðara. Ég er ekkert viss ég ætla ekki að segja það að við hefum ekki getað snúið þessu við þá staðan hefur verið 2-0, en verkefni hefði verið erfiðara en ég held að það sé nú eins og það er óstöðun að ætla að fara eitthvað að eldast við eitt atvik hér og eitt var ekkert þar. Ég held þetta, maður trúir því að þetta núllist út yfir 27 leiki. Við höfum ekki alltaf verið sáttir með hluti sem hafa fallið á móti okkur, þannig að og ef þetta var rangstæð, ef þetta var ekki rangstæð þá skil ég Davíð Smára og Vestramenn vel að vera fúlir við því. Eins og segir, þessi sigur, hvað það hefði orðið mikið ágefni, hefði ekki nóg að klára hann leik, hefði verið svona skora mörk en ekki ná í úrslitin úr síðustu leik? Já, það hefði þetta bara verið, það hefði allt verið þyngra, það segir sig sjálf. Það hefði svo sem ekki, það breytist ekkert, eða allavega milskilningur á því að ef þú byrjar á einhverju verkefni í nóvember og þá get ekki 4 tapleikir, þess að við höfum tapað þessu 4, ef það hefur verið 4, og það get ekki 3 þar á undan. Þeir get ekki breytt verkefninu, þeir get ekki bara snúið öll á hvolf. Það verður að menn verða að hafa eilítið meiri þolinmæði sem er nú oft af skornum skammti hjá félögum og það er lítil þolinmæði í þjóðfélaginu fyrir öðru heldur en að sigra núna, vinna næsta leik, þú ert metinn í símati og þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að sjá í gegnum það og skilja kjarna frá hisminu frá okkur sem er bara það að við erum að reyna að byggja upp fótboltafélag, bæði karlamegin og kvennamegin frá yngstu flokkum og upp úr sem hefur einhvern rauðan þráð, hefur einhvern tilgang og hefur burðið á næstu árum til þess að verða í fremstu röð á Íslandi. Það er engar töfralausnir í slíkri uppbyggingu, heldur tekur hún tíma. Ég veit ekki nokkurn mann sem hefur getað byggt upp og eða nokkur hlut sem hefur byggst upp á einni nóttu, þannig að ég held að það sé mikilvægt að
ég skil og ber virðingu fyrir því að úrslit skipta máli, að fótbolti úrslitabaransi. En þegar þú ert að byggja upp þá verður einhvern veginn að reyna að sjá í gegnum það að úrslitin séu eina sem að séu eini gjaldmiðillinn. Þetta einhvern veginn, ég var að hugsa þetta í dag, ef ég hefði talað núna við yfirmann knattspyrnumála hjá KR, við myndum fara yfir þetta og hann myndi sennilega segja við mig stigalega séð ekki nógu gott út frá öllum tölfræði þáttum sem að við horfum á, þá erum við í fremstu röð þar, þannig að það segir okkur kannski að hlutirnir að stefna í rétta átt. Það kannski þess vegna sem að maður hefur getið verið svona nokkuð svona liðið þokkalega, bærilega, þó að við höfum verið að tapa leikjum og þannig að og svo þetta hefur okkur vandamarga menn og þetta hefur alveg verið trikki og svo sem ekki kannski mikið verið að barma mér yfir því, en það alveg, það munar alveg þegar nýju menn á meiðslalistanum, það munar þegar menn eins og Júlíus, Luke Gray, Birgisteinn, Atli Sigurjóns, Aron Sig mista stóru hluta fyrstu leikjana, það munar þessa menn og það munar það hjá öllum félögum og þannig að við höfum einhvern veginn náð svona bara að tróða marvaðan í gegnum þetta núna fram að landsleikjahléi og við höldum bara áfram. Það breytist ekkert, það verður skemmtilega að vakna í fyrramáli og dagurinn í dag verður örugglega svona léttari við þennan sigur, en verkefni breytist ekki, það bara vinna átt í fyrramálið að skoða leiki á fjórðaflokki og reyna að finna út hvernig hægt að búa þannig nútan að KR komist á öllum sviðum í fremstu röð. Talar langan meiðslalista, stutt í eitthvað af þessum mönnum? Áttu að vona á einhverjum eftir landsleikinn? Já, bara ekki vona á einum fyrir miðjan júlí. Ég sé ekki fram á það að nokkur af þeim mönnum sem meiddur núna komi fyrir þá, þannig að við höldum áfram að tróða marvaðan. Víkingur og Valur næstu tveim leikjum, hvernig horfir á næstu tværum fyrir eftir landsleikinn? Ég horfi bara fullu tillökkunar á þá tvo leiki, tvö mjög öflug lið og verður gaman að máta sig við þau á okkar forsendum. Þú farð oft svar hvar þú ert staddur á þeim tímapunkti í uppbygginguna á móti þessum liðum og þannig að ég bara fullu tillökkunar, verður gaman að fara á Víkingsvöllinn á 16. júní. Takk.